Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 12:11 og við förum núna úr handboltanum yfir í íshokkið og á línunni er komið góðum maður, það er aðstofþjálfari hjá Birninum, Snorri Gunnar Sigurðsson. Komdu blessaður og sæll, ekki? Já, blessaður. Hvernig hefur það? Ég er bara gott. Það ekki? Jú, ég held að það sé árætt að kannski að ég er ekki aðstofþjálfari þegar núna í augnablikinu. Ég tók mig frí í ár, ég var það í fyrra. Já, alveg rétt. Þannig ég hef verið að bara dæma í vetur meira. Já, og kanntu eitthvað að dæmi í íshokki? Ég er langbestur maður. Og er langbestur í því? Já, Og hvernig gengur þér að stilla svona til friðar á milli félagana þína þetta? Það bara gengur bara ansið fínt. Þetta eru fínir strákar maður. Já, það þorir náttúrulega enginn að rífa kjafti því? Nei, hvorki utan innan vallar. Nei, nákvæmlega. En hvernig finnst þér þetta tímabil, við byrjum á köllunum, hvernig finnst þér þetta tímabil búið að fara að staða? Nú náttúrulega bættist við lið. Jú, passar. Esjan og það voru náttúrulega fleiri leikir. Já, það voru stilt upp í fleiri leiki í vetur fyrir meistaraflokkskarla. Þetta er búið að bara ganga mjög skemmtilega fyrir sig. Þetta er búið að vera ansið jafnir leikir, svona megnið af þeim. Já. Spennandi og góðir. En er eitthvað sem búið að koma á óvart þetta tímabil? Nei, ekki neitt svona þannig, sko. Ég bjóst reyndar við að, Esjan, nýja liðið, ég bjóst við að sjá þá aðeins hærra upp í stigatöflunni. Þannig að þeir eru ekki alveg að skila sér nógu ofarlega finnst mér. En það er náttúrulega svo sem ekkert óeðlilegt svo sem, sko. Þetta er náttúrulega nýtt lið og menn er að ranka sér saman og þannig að þetta er svona óeðlilegt samt í maður, svo sem. En maður var svona vonast til að sjá aðeins meira af þeim. En svona miðað við hvernig tímabili búið að vera, þá verða samt, öll liðin geta unnið hvort annað í þessari deild. Já, það er nefnilega skemmtilega við það, sko, í rauninni, að það eru eiginlega öll liðin búin að vera að vinna hvort annað. Þannig það er eiginlega ekkert eitt lið sem að svona dóminerar alveg, þú veist, í leikjónum eða í stigatöflunni. Nákvæmlega. En er ykkur leikmaður svona sem er búið að koma þér svona á óvart þetta tímabil svona sem er búið að standa framar öðrum leikmönnum á tímabilinu? Nei, maður þekkir náttúrulega svo mikið af þessu strákum og maður veit alveg hverju maður á sem að búast við af þeim. Þannig að það er alltaf þetta skemmtilega þetta skemmtilega flavor þegar maður er að fá útlýtingan inn. Já. Og þeir eru þarna í rauninni þessi sem að hafa staðið upp úr af þeim er til að mynda varnarmaðurinn hjá Birninum. Hann er búinn að vera alveg rosalega góður hjá þeim. Og svo er varnarmaðurinn hjá SR, eða Skautafélag Reykjavíkur, hann er búinn að líka alveg standa rosalega vel og svo eru hinir leikmennir náttúrulega mjög góðir, sko. Já. Oftast eru þeir þokkalega góðir. En þetta er þessi tveir sem að mér hefur fundið svona standa helst upp úr sem svona leikmenn, sko, sem að maður ekki vanur að sjá. Nákvæmlega. En hann er náttúrulega markaðistur hann úr SA, hvað heitir hann aftur? Ben DiMarco. Já, Ben DiMarco, já, ásakið. Hann virðist skora hressilega mikið alltaf. Hann er svona höfuð og herðarnar þetta virðist vera, sko. Hann er hann er með flestu mörkin í deildinni en færri stóðsettingar á móti, þannig að hann er með 24 stig í deildinni á meðan næsti maður eftir honum er með 21 stig. Já. Þannig að það er nú ekkert mörg stig hérna á milli, sko, frá fyrsta annars og svo þriðja sæti er 20 stig og 19 stig og 18 stig. Þetta er alveg þokkalega þéttur hópur, sko. Já, alveg. En hvernig hefði fundist ef við höldum áfram aðeins í karlamegin að, svona hjá yngri flokkum, finnst þið vera komin aukin áhugi fyrir íshokki hjá köllum, svona úlingum og fleira til?
Þetta hefur verið svona jöfn og þétt svona finnst mér sko áhugin að byggjast upp í þessu og þannig að það já, mér finnst að vera alltaf að byggjast og með meiri fjölmiðla umfjöllun og þá náttúrulega sér fólk svona þetta, heyrir þetta meira, maður að sjá líka reynda skemmtilega eins og í höllunum að hallirnar farnar að verða bara vel þéttar. Ég mætti núna á síðasta leik sem var spilaður inn í Egilshöllinni, hún var eiginlega bara vel þétt, bara nánast full höllin sko, sem að bara sýnir í rauninni bara á hann hvað hann farin að aukast fyrir áhrifið. En hvernig svona, svona, það náttúrulega bara þrjá skautahallir á landinu öllu og þá vendarlega erfitt það ekki að koma fyrir æfingum eða ekki hjá félagunum? Það náttúrulega bara akkilesarhallir í rauninni sko, það sem stendur íþróttinni til þrifa í rauninni fyrir því að stækka vanbúnaðar á skautasvöllum. Það eins og við getum bara tekið til að mynda eins og með Esjuna sko, að þeir að æfa klukkan 11:30 á kvöldin til 11:30 sem náttúrulega bara ókristilegu tími fyrir svona íþrótta eða bara fyrir alla íþrótt í rauninni, keppnisíþrótt. Þannig að en þetta bara eini tíminn sem til fyrir þess að stráka og menn verða bara að býta á og halda áfram og það ekkert annað en það sem vandamáli líka með sportið að það ekki bara íshokkí sem að herja á svelli heldur, það listdansinn, núna Krullan að fara að ryðja sér til rúms líka. Já, Krullan að koma núna sterk inn. Hún er að koma að ryðja sér til rúms og að koma ansi sterk inn og þetta er virkilega skemmtilegt sport, Krullan. Þetta er komar að segja svona, held ég, svona litli bróðurinn sko, sem maður alltaf verið að níðast á honum sko, og ég held að fólk átti sig ekki alveg á því hvað þetta er virkilega skemmtileg íþrótt. Okay. En svona, fyrir maður kvennaflokkana, þá eru náttúrulega 4 lið þar líka. Jú, og það virðist vera búið aukna svolítið meiri áhugið mitt hjá kvennamenn fyrir íshokkí á landinu. Hann að aukast, áhugin fyrir íshokkíinu hjá stelpunum, sem að ég meina þetta er kjörin íþrótt fyrir stelpunar. Þetta er svona, ég hef alltaf líkt bara íshokkíinu við í rauninni næsta íþrótt sem líkust í handbolti. Já. Og þetta er svona mjög hröð og taktísk íþrótt, mjög mikil hópíþrótt og þú fast alltaf að stóla á samherjaðin. Og þú vinnur þetta ekki beint, þannig að og við Íslendingar erum svolítið svona hópíþróttar víkingar. Já. Þannig og ekki síður stelpurnar og þeim hefur farið mjög mikið fram á undanförnum árum og mikið metnaður orðið lagt í það. Já. En svona með hvernig tímabili það er náttúrulega eitt lið sem svona virðist vera svolítið yfirbyrða? Jú, það er Ásynjurnar fyrir norðan. Þær eru svona virðast vera svona með sterkasta liðið. Þær standa Trjón á toppnum með 14 stig á móti 13 stigum á byrjunum. En eiga leik til góða, reyndar. Já, okkur. Þannig þær eru mjög sterkar. En ef við förum aðeins yfir eins og með landsliðin okkar þá erum við alltaf að fara ofar deildallan á síðustu árum. Já, við verðum svona sækja alltaf aðeins nært alltaf í betri og betri stöðu ef maður orða það og sérstaklega svo með bæði meistaraflokk karla, það gegnum mjög vel hjá okkur í fyrra og hefur gengið undanfarin ár þannig að það er bara rosalega bjart framöndan hjá okkur með meistaraflokk karla og kvenna og ólíka störfi, það er yngri 20 ára og yngri, 18 ára yngri þannig að þetta eru yfirleitt að spila alltaf að bæta sig við erum alltaf að vera að bæta sig einhvern veginn ná sér harra, ná betri árangurum. Já, nákvæmlega. En hvernig með eins og hvernig gengur ykkur að
Já, þarf ekki eiginlega að bæta við helst svona einnig skautavölli viðbót einhvers staðar á landinu, bara svona til þess að fleiri geta stunda íþróttinnar? Já, sko, ég held að sé alveg ótt að segja það að hún kemur ekkert til með að stækka, enginn af þessum skautaíþróttum kemur til með að stækka neinu viti fyrr en það kemur önnur skautavöll. Já. Og svona maður horfir helst svona til hérna Hafnarfjarðar, Garðabæjar, eitthvað á því svæðinu, þú veist, maður, Kópavogurinn kannski líka, þú veist, upp á það að reyðlega að þetta eru stór svæði, mikið af hérna ólíka starfi þær í gegn. Það er hérna, væri náttúrulega óskandi að fá eitt staðar, hérna annars staðar svell fyrir austan, hérna, eins og Selfoss ég eitt staðar á því svæðinu. Þannig að En klárlega það sem kemur til með að standa okkur fyrir þrýðum að fá annað svella víst ekki fyrr. Já. Nú fór ég á leik út í Boston á Boston Bruins og horfði þá að spila við Oilers og það var svolítið fyndið að horfa á þetta hvað hérna, já þar skiptu þeir bara út svo kvöldið eftir það var bara NBA-leikur, bara búið að taka íshockey í burtu og körfuboltavöllum eftir. Já, það hefur alveg magnað hefn. Það er ótrúlegt að fylgjast með þessu. Þetta er náttúrulega bara próf. Já. Þannig en það er náttúrulega bara, það er toppurinn að fara á NHL-leik, það er alveg. Ótrúlega stemning og já þetta er nú alveg, maður reynilega trúði vallam nú hefur maður fylgst með á Íslandi og svona í Evrópu, já það er eins og að sé leyft aðeins meira þarna úti. Já og nei, þeir eru náttúrulega með öðruvísi reglur og málið er náttúrulega það sem að kannski gleymist líka, sko, þú veist, það er alltaf hérna, þegar fólk talar um það að dómararnir eru bara að leyfa að slást og svona eitt og annað. Þetta er þetta að innan gæsalappa fylgir þetta sportinu, þeir eru, þegar menn fara oft í slagsmál þá eru þeir jafnvel búin að ákveða að þeir eru að útkljá eitthvað mál og það sem að fylgir því er það að dómararnir vita jafnvel ekki að því en þeir fara ekkert inn í fyrr en að þeir telja að þeir séu öruggir að verða ekki fyrir einhverju tjóni í millitíðinni. Þannig að þetta er svolítið, sko, þetta er náttúrulega alltaf, þetta er svona alltaf matsatriði hjá dómurum hvenar menn eiga að fara inn og hvort. Svo er náttúrulega líka í þessum slagsmálum eða þessum fighting hjá þessum leikmönnum er það í svona 95% tilfalla þegar menn er að svona slást og leið og annar einstaklingurinn er farið niður í ísinn, þá er það bara búið. Já. Það er, þú veist, þetta er ekkert áfram, þetta er yfirleitt bara hver stendur. Þannig að þetta er í rauninni ekkert svona alvöru, hvað maður að segja, svona slagsmál, jú, þetta eru slagsmál en menn er ekki svona grimmir þannig að þeim tilgangi að vera með, þeir eru bara, þetta er bara fysikefni. Já, þetta er alveg ótrúlega gaman að fara á þessa NHL-leiki hérna úti, ég er svo heppinn að eiga ömmu í Boston sjáðu til. Og þú ert á Boston Bruins fan væntanlega? Já, átti erfitt með að velja mér lið þarna eða þannig. En þetta er sko að fara þarna bara eins og í Bostonborg að það snerist allt íshockey-orðið þarna. Það var meiri merking á Boston Bruins heldur en að menn voru merkti Celtics eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta er nefnilega í rauninni, þetta skiptist svolítið eftir sko því norðar sem þú ferð, því meiri er hefðin fyrir eins og til dæmis Boston Bruins er náttúrulega 1 af 6 originals, þess að segja sko. Þannig að það er náttúrulega rosalega rík hefð fyrir íshockeyinu hjá þeim. Og þetta er, og því norðar sem þú ferð og þess að þú ferð upp í Kanada sko til að mynda sko, þá ert þú bara, þetta er náttúrulega bara þjóðar íþróttera sko og það snýst allt íshockey hjá þeim. Já og það voru nú, eða ekki Íslendingar sem kepptu fyrst þarna í Kanada á Ólympíuleikum fyrir Kanada? Jú, þetta eru Vestur-Íslendingar sem að spiluðu sko fyrir það Kanada fyrir kanadísku höllina sko, og þeir Winnipeg Falcons og okkar merki í íshockey-sambandinu er í rauninni svolítið verið að þú rýnir í það, þá er það bæði fálkinn og það er fjöllin Íslandinu og svo er svona verið svona lúmst verið að setja svona meipulífið og innan gæsalappa eldgos í botnin á merkinu sko, svona eins og verið að þannig að, en jú, þeir, þetta eru Vestur-Íslendingar sem tóku fyrstu Ólympíuleikana. Já.
En það mikið talað það samt sko þegar maður fer alveg saman hvað það þá alltaf búist í því að við Íslendingar séum alveg svakalega góðir í íshokkí. Já, það alveg ótrúlegt sko, en það nú ekki svo rosalega mörg ár síðan við byrjum að spila íshokkí að viti. Þannig að það ótrúlega góður árangur miðað við það hvað við erum búin að spila í stuttan tíma og já bara með yfirbyggða skautahöll í stuttan tíma. Já, nákvæmlega. Því að þó svo við byrjum fyrir einhverjum rúmum 20 ára síðan fengum við fyrsta velferðarsvelli hérna niður í Laugardalnum og svo í framhaldinu sko liðu ykkur 10-12 ára ef ég maður rétt sko hérna að fá yfirbyggingu, þannig að getur ímyndaðir ef Valur eða Fram væri að æfa handboltan á vetri og ekki minna og það bara út á bílaplani. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta bara svipað sko. En það allan að hörku leiki núna framundan í íshokkinu og það kannski ber helst að nefna, já, svona nágrannaslægin, má ekki segja það, eða svona derbíslagur á föstudaginn, á föstudagskvöldið, Esja SR. Jú, það verða tveir hörkuleikir núna melkina, það Esjan og SR sem spila þarna, þeir náttúrulega í sömu höllinni, æfi sömu höllinni. Já, og svo laugardaginn, þá náttúrulega bara, já, liðin 2, eins og maður kallaði það. Já, það bara út á toppinn. Já, Björni Nessa Víkingarnir. Já, það verður hörku bara á það líka. Þannig að það alveg, ef fólk vil fara að sjá okkur að skemmtilega íþróttaviðburð, þá það ekki spurningin að kíkja í sérhverju höllina. Já, þetta alveg svakalega áhorfandavænt sport. Það ótrúlega gaman að fara á, já, sérstaklega fara sko live á leikina. Það allt öðruvísi að fara í höllina, finna svona, heyra þegar maður kemur, heyra háaðan í ísnum þegar menn að skransa, háaðan í böttunum þegar menn keyrðir utan í og þetta allt önnur tilfinning. Heldur en að horfa á þetta á netinu, því að nú mikið af þessu leikjum, þeim varpað á netinu live. Þannig að fyrir þá sem komast ekki, þá alltaf hægt að fara bara á netinu og horfa á leikina þar. En það engan veginn sama upplifir því. Svona í lokin, hvað kom til að þú, já, svona helgaði þér íshokkí? Eða svona skauta íþróttinu? Já, ég veit það ekki. Þetta var svona, ég einn af stofnendum Bjarnarins og það kom til að okkur, bræðrunum fannst vanta svona annað lið og ákvaðum við svona hugsuðum okkur að vorum nettum ekki alveg endilega verið að fara í skautafélag Reykjavíkur, okkur ekki bara að stofna nýtt félag. Og bróður okkar æfði þetta, elsti bróður minn æfði þetta úti einhver tíma og við bara svona, já, ok, prófa þetta er svona eitthvað sem geti hentað okkur og þannig að við stofnum bara hennar klubb og bara búið að vera gaman síðan. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta mjög skemmtilegt og að gera fyrir alla áhugasama líka bara að prófa og kíkja líka eins og að fara með krakkarna sína og leyfa þeim að prófa íshokkí. Já, að gera það. Þetta sem fyrir börnin og úlingana, þetta alveg óbúslega góð hreyfing og allsliða hreyfing og ef að fólk eitthvað hrætt við meiðsli út af pekkjum eða eitthvað svoleiðis, þá eru þau mjög vel varin í góðum göllum og þess háttar, þannig að það er sjaldan meiðsla á einstaklingum í hokkínu, þú veist, sérstaklega barn og yngra starfinu. Þannig að þetta bara mjög góð íþrótt fyrir yngri kynslóðina. Ég hef ekki ennþá hitt manneski sem hefur æft íshokkí sem hefur sagt að þetta sé leiðrétt. Þetta alltaf að stíga fyrst að þegar menn eru konir aðeins á skrifi með þetta þá geta þær ekki tætt því að þetta bara þú ánýtjast þess. Já, nákvæmlega. Það öll fjölskyldan hér alveg sokkinn djúpt í þetta. Það allir bæði stelpurnar þær horfa á þetta alveg með dolfögnum og þetta alveg bara indislegt sport. Já, nákvæmlega. Snorri, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við hvetjum alla að kíkja við í Egilshöll og Laugardal helgina. Það á föstudaginn, þá það Esjan SR klukkan 7:30. Passar. Og svo á laugardaginn það ekki klukkan 6 Björnin SA. Já, passar. Og þetta alveg ein mesta skemmtun sem þú getur komist á. Ekki spurning. Nákvæmlega. Bestu þakki Snorri og gangi þér vel og já, þú ert náttúrulega dómari í dag bara. Ég að fara að dæma Bjarnarleikinn á laugardaginn. Jæja. Þannig að
Þá spurning hvort að þú eitthvað rífa kjaftu, við þú komið yfirlýsingarnar. Maður bara rífa kjaft í baka. Já, en ég bara þakka alveg kærlega fyrir að veit okkur eftirtekt í þróttinni og bara yndislegt. Já, þetta verður ekki síðaskipti, við reynum að stefna þið allan að hafa umfjöllunum þetta einu sinni í mánuði. Það glæsilegt, takk fyrir að hafa það gott. Bestu þakkir sömuleiðis. Já, bless. Já, fyrir áhugasama sem að mistu af byrjunum þessa viðtals, þá getið þið farið inn á suðurlandfm.is og það verður komið inn strax í fyrramálið. Næsta dagskrá er körfuboltinn og það er Brynjar Þór Björnsson, leikmaður KR. Þeir eru búin að spila núna 7 leiki og vinna 7 og hann er núna næsti viðmælandi minn. Farið ekki langt til hlustum góðir, sportátturinn með ykkur hérna. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.